Það bönguðu 2 grunnskólastelpur í gær og voru að selja svona armbönd. Ég valdi með þessi 2 á 500 krónur. Mér finnst það svo cute sko. Ég hefði viljað fleiri. Má ég sís? Bætti í kaffi mitt, gerði það stærra. Ég var eiginlega búin með það. Outfit of the day er svona frekar cozy, bara svona þröngar, flared buxur frá ASOS, Kensen hettpeysa og haustlegur jakki. Ég er að fara í litun og ég er að fara að stússast, þannig langar svona ekki að vera eitthvað haugur. En ég er að fara í æfingu á hádeginu og ég er hrædd ef ég er of, þú veist, í gallabuxum þá mun ég ekki ná æfingu. Í dag er sem sagt mjög bara pakkað dagur hjá mér og við ætlum að byrja því fyrir litun. Ég bókaði sko fyrst, þegar ég bókaði tíma fyrir svona 3 vikum, þá bókaði ég í að ég myndi fá mér hellitun og svona rautt, hvað heitir liturinn? Það heitir eitthvað svona Auburn Chestnut Red eða eitthvað. Þá sko hárlengingar í bara svona rauðum lit sem að ég ætlaði síðan að setja tíma eftir tíman. Við þurfum aðeins að backtracka, ég þarf aðeins að segja ykkur my hair history núna í sumar af því En fyrir ári þá var ég náttúrulega bara með hvítt hár, þú veist, ég var bara búin að vera blond þá í einhver 2 ár. Fekk bara ógeð á því að það bara fór mínum featurum ekki vel. Og þá fór ég út í meira svona karamellubrúnt en hélt samt svona aðeins strípum og ég fílaði það alveg. Svo í sumar þá fekk ég bara eitthvað svona kast og ég fór í keypti pakkalit sem var svona, sko, á honum stóð chestnut brown en ég var bókstaflega svarthærð. Ég var svarthærð. Næsta dag keypti ég lýsingarefni og ég lýsti á mér hárið. En svo setti ég litanæringu svona rauða, af því ég veit ekki okkur, ég er búin að vera svona smá obsessed með svona rauðu hári. Þú veist, svona brúnrauðu hári. Mér finnst það svo flott þegar stelpur eru þannig, náttúrulega. Já, og litanæringin greip sko bara í rótina. Þannig ég var bara með eldrauða rót og síðan svona einhvern veginn brúnt hár. Loksins er bara, síðan sem allt verið búin að feita úr. Ég er basically komin aftur í sama lit og ég var áður en ég litaði það svart. Já, ég er mjög spennt að sjá hvað Anita nær að kúka. Alltaf þegar ég fyrir litun, þá er ég með hefð. Ég mæti alltaf með ískaffi í tíman. Ég hugsa alltaf, ég þarf að taka líka kaffi fyrir Anita því hún elskar ískaffi. En ég átti engin svona, þú veist, take-away glös, svona plastglös. Þannig að næst fyrir litun þá ætlum ég að vera með þannig og ég ætla að fara með kaffi til hennar. Ég er svo mikil meistari, ég tók skyndiákvörðun að fara ekki my usual leið í vinnuna út af ég var svo hrædd að vera bara crazy umferð þar. Og það er crazy umferð í dag, en að því ég fór aðra leið þá er ég sko að mæta 5 mínútum snemma. Þannig ég mætti bara að leggja. Eru þið að sjá hárlitinn minn? Þetta er bara akkurat það sem ég vildi. Ég bað hana líka að klippa toppinn minn svona aðeins og var orðinn svolítið leiðilegur. Ég er ógeðslega glöð bara með tóninn sem hún valdi og bara magnið á strípunum og já, ég er ógeðslega ánægð. Ég sést á bílastöðinu fyrir utan Smáralindina núna. Ég ætla bara að hoppa inn í Smáralindina af því að ég þarf að kaupa mér sem sagt svona notebook eða einhverjum svona cute skipulagning sem ég get skrifað í. Bara, ég veit ekki, mér finnst svo haustlegt að kaupa mér nýja svona bók. Og ég er alltaf með svo mikið að markmiðum og plönum og þú veist eins og núna er ég með ok, hvað er þetta? Nú er ég með smá svona business hugmyndir í gangi og mér langar bara í svona bók sem ég get bara svona haft og skrifa það bara með blýanti niður. Það er einhvern veginn, mér finnst það bara einhvern veginn þægilegri. Þá get ég verið í tölvunni, kannski skoða eitthvað svona dót og síðan skrifa ég það niður í bókina. I don't know. Þetta er bara eitthvað svona dæmi sem að virkar fyrir mig að vera með stílabók. Ég ætla að kíkja í Tiger. Kannski Söstrenni Gröni, svo vantar mér umslögur A4, kannski kíkja í smá extra loppuna. En svo þarf ég að leggja stað í Pilates eftir kannski 40 mínútur. Ég ætlaði sko að taka með mér meira krem og brúnku til þess að setja því þú verður alltaf svo hvítur náttúrulega í kringum andlitið þegar þú ert í litun. En auðvitað glemdi ég, þannig ég er að fara svona í Smáralindina og Pilates. Fínasta úrval. Þetta er allt svona bækur. Herði, ég það svona. Vilfag og shopping er komrað. Ég sko mér langar í alla bækurnar en þetta er allt eitthvað weekly planner. Hvað ég elskar svona bækur svo mikið. Ég veit ekki hvað hún er. Ok, next one
Ég rústa svona. Þetta mjög mikið svona Scandi-stæl finnst mér. Ok, svo erum við hérna skyrtu. Hún mjög cute, en hún aðeins þrengri en ég hefði viljað. Ég hefði viljað hafa þetta meira svona baggy. Ég klæddi mig bara í einn af jakkanum sem ég keypti. Markmiðið með extra-löpunum var ángurins að finna jakka og ég fann 2 holi. Þannig að langt síðan ég var ánægð með extra-löpukaup. Það var æði við þau líka. Ég fór á Joe og keypti mig gríska jógurt af því ég ángurins var bara búin að gleyma. Ég er ekki búin að borða neitt nema basically 2 kaffi í dag. Ég ætla að borða á meðan ég keyri í Verklandslaugar. Það er hálftími í Píldarsímann en það er bara hálf skráning þannig að það er ekkert stress að mæta fyrr, veist. Þannig að já, ég er bara á góðum tíma, góðu róli, successful smárlindaferð. Ég skal sýna ykkur bækurnar sem ég keypti á eftir. Rétta og beygja og rétt og við spilnum beint spilna og letta og spilna stressið í aftur réttu ristinni beintfótur fjóri síðustu. Komin heim úr Píldars og það er ógeðslega langt síðan ég fekk mér þetta. Þetta er bara hrökkbrauðspizza eða pizzasós og ostur. Vanlega setja ég líka pizzakrydd ofan á en ég á ekki. Og svo er ég með vatn með sítrónu og gúrku. Píldars er kennt í svona heitum sal nema hann er ekki stillt á heitasta eins og hot 5 tímar heldur svona hlýr. Mér langaði nefnilega í kaffi sko en líka minn er bara einhvern veginn svona að kalla á vatn eftir þennan tíma þannig að vatn með matnum og svo fáum við kaffi á eftir. Þetta var 3. Píldarsæðingin mín. Svo fyndi ég hvað maður læri fljótt á þetta og bara já, þetta var æfing G í dag. Ég myndi segja að þetta var mest á svolítið svona jafnvægis í dag sem ég fannst alveg erfitt en þetta var alveg killer neðri, killer efri. Mér fannst ég ekki ná mjög miklum core í dag. Ég var að reyna að virka maður eins og ég gat en mér fannst ég bara ekki taka mikið á maganum. Þannig ég ætlaði að taka maga eftir, æfinguna en svo myndi ég að fara aðra æfingu í kvöld. Já, ég náttúrulega er að byrja með barnámskeiðið sitt í næstu viku þannig hún er með svona kynningatíma í kvöld og ég ætla að mæta í hann og peppa hana. Bara, það er mjög oft mægi í því þannig ég hugsaði bara ok, ég er að fara að drepa mamma minn í kvöld þannig ég þarf ekki að taka auka. Eru 2 tímar og ég þarf að sækja Oliver þannig að ég ætla að reyna bara að taka upp ná deep clean af íbúðinni. Ég er hérna 1, ryggsuga og skúra, skiptum á rúminu og sækja svo Oliver að fara í íþróttaskólan. Ok, ég gerði ekkert af því sem ég sagðist alltaf að gera. Ég er búin að sitja núna 2 tíma við tölvuna að edita þetta vlog af því mér finnst svo gaman að edita. Og mér er svo þægilegt að edita jafnt og þétt, þannig að ég er bara búin að vera dunda mér að edita. Brynjar er komin. Pappi! Hei! Yey! Já? Hér, ekki hér. Nei, já, þetta er rétt. Þetta er ekki hér. Nei, og svo hellin. Duglegur. Kaffi, númer 2, eða 3 eiginlega. Ég er náttúrulega bara ennþá með grímuna, þannig að ég ætla að hreinsa með andlitið. Henni eiginlega ekki í sturtu út því ég er að fara aftur. Ég er náttúrulega að fara aftur á æfingu, bara bráðum. Ég er að skipta bara föt og fara í íþróttaskólan í einhver kósí. Fara svo í, ný íþróttaföt fyrir tímur hennar allir og fara í sturtu í kvöld. Ég finnst sko ógeðslega erfitt að fara í kvöld tíma í ræktinni. Ég bara allt eftir hádegi finnst mér erfitt að fara. Þetta mun hjálpa mér að peppa mig í gang. Ég ætla að sýna ykkur hvað ég keypti í smálindinni líka, eða spækurnar. Þetta er hinn jakkinn sem ég keypti, hann er úr Söru. Þetta er ekki eðlilega cute haustjakki. Þetta er Uniqlo bólur. Kostaði 1500 krónur. Þessi er Forever 21. Keypti ég bara umslög, boring. Ég keypti 2 bækur. Ég sko skrifa daginn minn upp öll kvöld, þannig ég skrifa bara allir rútínuna mína og allt. Þannig að, herðu! Peningi. Ekki gera þetta. Þetta er erfitt. Já, þetta er rosa erfitt. Ok, hérna erum við með Daily Planner. Það er cute. Dagsetning, alls konar sem þú þarft að gera og þú þarft að muna eitthvað fyrir morgundaginn. Og svo ertu líka með
Hvað ætlar að fara í morgumat? Mist það geðvitt svona. Og þetta bara margar svona blaðsjur, ekkert mjög þykk. Þannig að ég ætla bara að nota þessa. Og svo keypti ég þetta. Bullet Planner. Hey, þetta bæði svona cherry. En fyrir það sem að ég að hugsa þetta fyrir, það fannst mér sniðugt að vera með svona punkta en ekki línur. Þetta verður smá svona business manifest bókin mín. Ég mjög sátt með kaup dagsins. Bara eitthvað við það að sitja við tölvuna með kerti og eitthvað svona á haustin og bara svona, ég veit ekki, skipuleggja sig eða skrifa eitthvað svona og ég er náttúrulega ekki í skóla, þannig þú veist. Hvað eftir bækurnar hennar mömmu? Bækur mamma hér. Já. Þessi er flottar. Abba sí. Og sí. Augu. Þessi rigning í augun? Já. Rigningu augu. Ó nei. Vitið það má ekki. Má ekki fara í augun. Dulur? Þetta er allt í lagi. Klukkan er orðin korter í 7 og tíminn hennar Natíu er korter yfir 7, þannig ég er bara að leggja af stað. Mér finnst svo leiðilegt að fara í íþróttaföt á kvöldin af því mér líður svo útblásin eftir daginn. Þannig að, og ég gat ekki ímyndað mér að fá mér eitthvað svona kvöldmat fyrir æfingu, þannig ég fekk mér bara kefir og hunangsjurjós og svo kannski borða ég eitthvað aðeins meira þegar ég kem heim. Þetta var sjúklega gaman. Ég bara vona að ég geti gert þetta aftur með ykkur. Bara takk fyrir að koma. Námskeiðið byrjar 15. Er það ekki mánudaginn? Jú. 15. september. Það er klukkan 19:15 á mánudaginn og miðvikudögum. Þannig að það eru, ég held að það séu svona 8 pláss eftir, þannig að endilega skráa ykkur. Annars bara sjáum þið það vonandi næsta námskeið. Takk fyrir tíma. Vel gert. Skemmtileg tími. Þá er það post-barre dinner klukkan 22. Get ekki betur að borða. Ég er sko komin í slopp af því ég var að byrja að fá svo mikinn kuldaráll. Ég svitnaði ekkert eðlilega mikið í tímanum og svo var ég alveg svolítið að chilla eftir tíman, en ég er ekki ennþá búin fyrir sturtu. Þetta er broccoli pasta með extra virgin olive oil og parmesan. En ég ætla að fara í bað og ég tók þessa bók á bóksafni. Ég las í gær 46 blaðsjur í henni, þannig ég ætla að halda alltaf með hana. Hún er skemmtileg. Það ætla ég bara að kveðja ykkur. Ég gerði ekkert eðlilega mikið í dag, þetta var svona meira en ég tek upp á viku sko, hvað ég gerði í dag. Þannig að þetta var alltaf skemmtilegt. Takk fyrir að horfa og við sjáumst næst.